Hæ, þetta svolítið öðruvísi myndband. Mér langaði bara allt í einu af því að þetta þessi netverslun og ég hef ekki neitt búðarborð til að tala við ykkur þegar þið komið í búðina mína. Það langaði mér svolítið bara pínu að segja ykkur af hverju ég valdi Sleek þegar ég byrjaði á þessu öllu. Af því ég sjálf svo heilluð á Sleek, þá langaði mér svo að segja ykkur aðeins frá því. Sem sagt, ég læri förðun í London árið 2007-2008, september til júli, í skóla sem heitir Delamar Academy og þegar ég þar, ég var búin að búa einu sinni áður í Bretlandi, Cambridge og þar sem sagt apotek, bæði Boots og Superdrug og þið þekkið þetta ef þið hafið komið til London og bara Bretlands, að ef þið farið inn í þessar búðir, þá komið ekkert alveg strax aftur út. Þar inni allt frá ódýrasta make-upinu upp í dýrasta eftir í hvað þið farið inn í stórt Boots og Superdrug. En alls staðar eru svona rekkar með ódýrum snyrtivörum sem kallað bara drugstore make-up og svo upp í high-end eða high street make-up eða eitthvað svoleiðis. Og ég var í skóla og var að læra förðun og mér langaði alltaf, þú veist, já við vandamál stríða bara, mér langar alltaf að eiga allt make-up sem ég sé og allt sem ég finn. Var náttúrulega ekkert að geta keypt eitthvað svakalega dýrt á meðan ég var í skólanum. Þannig að ég fór alltaf að skoða ódýrumerkin og maður þekkti þú veist, maður þekkti Maybelline og Revlon og Rimmel og svona og svo voru nokkur önnur merki sem maður þekkti ekki eins vel. Og ég var alltaf svo heilluð af Sleek standinu af því að hann var náttúrulega svo litríkur og það var svo mikið í boði. Og ég sá augnskuggapalettina þeirra og sá hvað það kostuðu lítið og ég hugsaði með mér bara, þetta getur ekki verið gott. Þetta svo ódýrt, en prófaði samt að kaupa það. Og ég var geðveikt heilluð af gæðunum í svona ódýri vöru og kaupa eitthvað aðeins meira og svona pröfa og eitthvað. Svo kemur bara heim og pínu svona gleymi öllu sem ég kynnist að núti þangað til ég fer allt í einu að uppgötva netverslanir aftur. Þetta 2008, 2009, 10 og þá finn ég aftur Sleek og bara sé að þeir eru búin að bæta við ennþá meira og þá fer ég að panta og ég svona, mér er svo gaman, mér finnst gaman þegar þið sendið mér bara mér langar í þetta allt og ég safnaði körfu og það kostaði 50 skall og lalala og ég skil ykkur svo vel af því að sem sagt, þegar ég var að versla Sleek þá gaf ég mér alltaf á mánuði eða annarkvæmt mánuð bara, ok, ég ætla að versla fyrir svona mikið pening núna og ég pantaði mig kannski 2 augnskuggapalettur 4 varalitapalettur 2 varaliti, maskara, eitthvað svona og alltaf var ég að safna meir og meir af því ég var sem svo hrifin af Sleek og ég var alltaf, hissa hvað þetta var góða vörur og ég safnaði og svo hugsaði með mér, ok, það eru til góðar ódýravörur, stelpur sem eru að byrja að læra eða stelpur sem eru bara að byrja að læra að mála sig, ekkert endilega að læra förðun, bara að byrja að mála sig. Það tíma kannski ekkert að kaupa sér, ekkert frekar en ég, einhverja rándýra varaliti eða augnskuggapalettur til þess að pröfa sig áfram. Og það það sem ég finnst skemmtilegt við Sleek. Það eru skæri litir, það eru alls konar litir, það eru dökki litir, það eru glimmer litir, það eru matti litir, shimmer, glimmer, allt svona. Og það er hægt að velja svo mikið úrval. Og þú miklu frekar tímir í að kaupa það til að pröfa heldur en dýra merkjadótið en svo þegar þú ert búin að finna eins og ef þið langar að prófa rauðan varalitin hefur aldrei prófað þá tímir að kaupa þér Sleek 3-4 rauða liti þess vegna og ef þú bara finnur þinn rauða lit þá kannski tímir að kaupa hann seinna í dýrari merki. Ég á alveg fullt á snyrtivörum úr dýrum merkjum líka en mér finnst persónulega miklu skemmtilegra að versla mér mikið úr ódýrari merkjum af því þar eru líka fleiri lit til þú veist, merkin eru meira að pröfa sig áfram svona, þú veist, þessi stærri merki eru náttúrulega bara, þú veist, þau eru alveg með svona eðalvörur alltaf og koma út með eitthvað svona á hverju ári sem allt saman óbúslega fallegt og sem allt saman miðað að venjulegri konu að sjálfsögðu en ég ennþá bara úlingurinn sem vill bara pröfa skærulitina og appelsínugula augnskuggann og þú veist, bleika kinnalitin, skærbleika og þannig að ég ótrúlega þakklátt fyrir að sé svona gott merki til sem ódýrt og það alveg fleiri en þetta hefur verið mitt uppáhaldsmerki í mörg ár núna
maður er svo gamall. Svo rakst ég á sósíalæs-augnhárin. Ég var búin að skoða alls konar augnhár á netinu því mér langaði þess að bæta þeim við. Og svo bara þegar ég sá sósíalæs-augnhárin þá fannst mér þetta bara svo spennandi, það voru til margar gerðir. Og ég bara ok, ég ætla að prófa þetta. Og það var bara tekið vel í þau og þau eru á góðu verði líka. Það eina og að því að ég er svo ofboðslega hreinskilin eitthvað, að þau gætu aðeins hækkaði verði af því að sósíalæs fyrirtækið búið að stækka sig og það ekki lengur bara í Nýja-Sjálandi, heldur líka komið í Kanada og fyrst var ég rukkuð pantanir í áströlskum dal en núna bandarískum dal og þá hækkaði varan í innkaupum fyrir mig þannig að ég þarf þá væntanlega að hækka mín að vera aðeins en þið megið vita það að ég reyni að hafa vörurnar á viðráðanlegu verði en ég skil núna af hverju snyrtivörur eru dýrar og af hverju dýrarvörur eru ennþá dýrari. Því það eiginlega ekki grín að flytja þetta inn, leggja á nota vask, toll og álagningu. En ég reyni eins og ég get að hafa vörunar á viðráðanlegu verði svo við getum allar keypt okkur og haft gaman og pröfað. Eye Candy glimmerið var náttúrulega bara eins og dett í lukkupottin. Ég var búin að vera að skoða alls konar glimmer líka og mér fannst hvergi vera nógu mikið úrval, hvergi nógu margir litir og eitthvað svona. Svo finn ég Eye Candy, 63 glimmerlitir. Tökum momentina. Og svo alltaf eitthvað svona limited edition líka. Ok þá, ég skal taka það inn. Og eftir því sem ég prófa glimmerið meira, að þá ég ennþá meira og meira ánægð með það, að því það er svo auðvelt að eiga við það. Það maður svona pínu eitthvað skrítið fyrst, en þetta Liquid Sugar festirinn algjör snilld og ef þið kaupið hann einu sinni, það einmitt pínu pirrandi. Það ekki kannski mjög söluvænt fyrir mig, en ef þið kaupið eitt glimmerfesti þá þurfið aldrei að kaupa svoleiðis aftur af mér. Eins með margar slíkvörur eins og kinnalitin og kinnalita palettinur eitthvað. Þetta er svo fáránlega mikið litur í þessu, svo mikið pigment að þið þurfið örugglega aldrei að kaupa svona af mér aftur. Hvaða sala í því fyrir mig sem business? Jók, það skiptir mig ekki máli. Það mér finnst það svo skemmtilegt við þetta að þú getur safnað þeirra því þú þarft ekki endilega alltaf að kaupa þeirra sama aftur. Og svo núna ég að fara að taka inn kránburstana. Ég að bíða eftir að tollurinn komi með það til mín og ég ætla að gera sér vídeó fyrir burstana og sýna ykkur þá meðan ég tala. Á sama tíma, fyrst ég að bladra hérna, þá langar mig að þakka ykkur ótrúlega vel fyrir hvað þið eru búin að taka vel í litlu búðinu mína, hvað þetta er búin ótrúlega gaman og ég ekki hvergi nærri hætt, ég bara rétt að byrja. Það er ekkert smá gaman að geta gert þetta og að sér tekið svona vel í þetta. Ég er búin að tala svolítið lengi að ætla að byrja með námskeið og svona og það planið en þá ég þarf bara, ég er bara ekkert búin að plana það neitt en planið að hafa námskeið og fara út allt land ef áhugi fyrir. Af því að vefverslunin mín bara á netinu að þá langar mig til þess að hitta ykkur allar. Og ef það áhugi fyrir því að ég sé með námskeið, mér alveg sama hvar sko, mér langar að taka rúntinn hérna fyrir norðan, mér langar að fara til Húsavíkur og mér langar að Ólafsfjörður, Dalvík, Siglufjörð, ef það eitthvað betra að vera með þá staði alla í einu, eða bara á hverjum stað, sitt hverjum staðnum, mér langar að fara austur og vestur og suður, alla litla staði, ég sko frá Húsavík, þannig að ég algjör svona smábæjar. Og ég veit að þessi þjónusta ekkert endilega í boði þar og það er svo oft sem við út á landipakkið þurfum að sækja einhverju þjónustu suður þannig að mér langar að þjónusta all landið eins og vel og ég get og ég mun örugglega þegar ég fer á eitthvað ról bara að setja status á Facebook og bara hæ, einhver á Þórshöfn sem vill að ég haldi námskeið þar getur einhver komið mér í samband við einhver stað eða eitthvað svona að ég þekki mig ekkert til á Þórshöfn og svo myndi ég bara og svona fleiri stöðum þannig að ég kannski heyri í ykkur ef þetta er kjánalegt ég kannski setja eitthvað svona status og þið hjálpi mér ef það áhuga fyrir þá ég geðveikt til í það
Og já, þetta look sem ég er með á mig núna, það var pínu sjúskað því ég er búin að nudda mér í sófanum og horfa á Sval og Svavar. En þetta look var ég að gera vídeo í kvöld. En þetta look set ég bara í link fyrir neðan og bladra við ykkur seinna.